Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Mér finnst farað vel að vera skollu skástrík snóður. Mér finnst það líka. Þú þarft ekki að segja skástrík snóður. Ákveður þetta að sleikja með upp. Bara sköllóttur. En málið Það bara ferði vel Þetta ferði vel En þú ert með tækni að vera með þykkt hára að eilífi Þú vilt það. Væri ekki skrítið myndi farið það? Nei, akkur er skrítið. Ég veit það ekki, ég var alltaf inn og komin hára eitthvað. Ég þyrfti þá bara að láta fylgja því á Instagram með eitthvað. Ég hef aldrei hugsað. Ég er ekki eins og Hver er að gefa það skít? Ykkur úlingur til sjoppu? Nei, ég er ekki hrættur að fá skít út í sjoppu. Já, en máli að þú veist að ef einhver segir við, heyrðu, býttu, þú varst sköllóttur og nú ertu komið með hár. Hvað með það? Menna tæknin leifir það. Ef þú vilt fá þér hár, þá farðu þér hár. Já, ég veit það ekki. Þetta er ekki vesen. Nei. Það er fyrir þig, það eru tíkall fyrir mennilega borgar. Já. Við getum hendið söfnum. Nei, við erum góðir sko. Það er ekkert að safna fyrir blöð 2M. Eru þið konir í sumarskap? Já, ég meina Sumardagur fyrsti var í vikunni og er ekki einhvers svona pínu skrítið sumar samt eða hvernig það byrjar? Jú. Mátt ekki gera neitt. En ég dældi nokkra vassblöður og ég fann Ég ætla að segja, ég dældi inn. Nei, Hann dældi í dældan inn. Nei, ég var ekki að fara að segja það. Akkur ekki að fara að segja það. Finnst þið líklegt að ég myndi að segja sumarið byrjaði vel, ég dældi inn í gær og það er bara stemning og Já, það er ekkert komið okkur óvart. Dældur í nokkra vassblöður. Kona mín getur alltaf gengið. Hún er bara að fara að eignast barn eftir korter. Ég sagði, ég dældi í vassblöðu. Ég fór út með dóttur minni. Þannig að komið sumarið þig að þú dældir í vassblöðu. Settir penisinaður inn í vassblöðu. Hvernig fyrstu? Hvað er þetta að tala um? Hvernig fyrstu það út? Dældin í vassblöðu. Já, þetta meikar ekki sens. Nei, ég er að segja, ég setti vatn og voni bara blöðu. Já, þetta segja það þannig. Segja það þannig? Já, ok, eins og að segja að það verði eitthvað skýrari það. Ég var að tala um að setja í vassblöðu. Það er ekki hægt að segja þetta skýrara. Sko, ef þú nagli stúdíói, þá getur ekki sagt í dældir nokkra vassblöður. Það stafa ofan í ég setti vatn ofan í vassblöðu. Hvað gerir þið ekki? Þú veit að COVID-ógeð. Það er sjáuð samt býtu, sorry Egill, við erum að horfa þetta á Suðurlandsbrautina. Við erum með rosalegt view. Við vorum ekki með það í 6 ár. Það er traffic núna. Já, það aukast. Er Íslendingurinn að Já, Íslendingurinn, veistu hvað? Íslendingurinn er búin að fá leið. Núll smitt. Mér líður þannig. Núna er komið 0 smitt og mér líður eins og Íslendingurinn hann er löngu byrjar að fagna. Við erum ekki séð svona mikla traffic á Suðurlandsbraut síðan þetta byrjaði. Það sem gerir mikið að aukan Ég er búin að atvinnuleysi í 5 vikur og verða atvinnuleysi í 5 vikur viðbót þegar gymmin opna allt er ræðilt, þannig að 1. júní. Sko, ef þú er Dani þá ertu núna bara úti í 25 gráðum í sótkví og öllum er drullu sama. Bara tana. Ég get lofa okkur því, leið og gymmin opna 1. júní, 18 gráður, sunshine. Þá er ég mættur inn í vinnuna. Já, getur ekki tana. Nei, ég er búin að vera 10 vikur í fríi og svo ógeðslega landi sem allir hata. Nei, þú ert svo einu sem hatar hata. Ákveður tókst þú ekki sval á þetta og fluttið til tenni? Getur ekki þjálfa fólk þar eða? Ég held að þú væri rosalega flottu sem einhver enga þjóðlega á beinu dónum ykkur stað. Nei, ég lofa okkur því, leið og gymmin opna, sunshine. Ég held að ef við myndum flytja til tenni með familjuna, við myndum allir fá ógjöði. Sval er á leiðinu heim en það er reyndar út á COVID og svona. Ég held þetta hljómar er svo geggjuð hugmynd og svona, herðu, alltaf sól og gott veður. Sval á leiðinu heim? Já, en það er að því hann Ég er búin að fylgja Svala. Nei, hann er ekki með COVID, það er bara ekkert að gera hann. Á samskiptamiðlum frá því að flutt út. Ég var aldrei séð ég glaðan á Nei, hann sagði að það var erfitt. Ég held þetta sé svolítið þannig eins og mig, konun langar að flytja til Ítalíu. Ég var þvílíkt til í það en svo allt í einu við værum komin þá myndi ég hugsa svona 3. mánuði bara, herðu. Það langar að fara í slittun og ógeð. Ekki slittun og ógeð, bara í íslenskan raunveruleik. En er þetta ekki það sama og þú veist, við höfum alltaf verið að tala um að pör sem er alltaf að posta myndum að sér saman einhvern veginn og allt er einhvern veginn upp á 10 og þá er allt í rugli. Já, þá er allt í apaskýt. En er það ekki bara sama leið og sér einhvern rosalega hamingjusama mann einhver staðar, þá veit maður bara, já, hann er á leiðinu heim. Já, þú vilt meina að Svali að vera svo hamingjusama á Tenerife að hann var á leiðinu heim. Hann var að blöffa. Já, ég bara segja, skilur að þú veist, auðvitað hljómar það vel að, herri, viltu ekki bara flytja í 40 gráður og vera slakur einhver staðar? Jú, svo ferðu það okkar. Svo náttúrulega held ég að það lítur eitthvað að tói í þig. Já, maður kemur alltaf heim. Nema ég var til að búa í Bandaríkjunum. Ég veit ekki hvað það er sem tegni upp jákvæða punta á Ísland. Bjórin kostar 1500 kall á bar. Það er ekki jákvætt. Það er ekki jákvætt. Þú fær bjóra 1 evru á tenni. Já, frábært. En þú ert á lægri launu. Ég myndi segja að það væri frekar hár standard á mat á Íslandi. Þú fær að veitingast á Íslandi. Þú getur ekki skitið á því miðbæna. Saman hvað veitist þú verða á góð gæði.
Ok. Er ekki sammála það? Já, Hvaða jú, landi jú, mér finnst þú bara að vera að tala Og mjög það- vel um Ísland Ég núna. veit tenni eða eitthvað, þú veist það er vesen að finna svona álöður veitingastað Já. Íslandi þannig, og fara á einhver veitingastað en góða líka á sig bara góða mat. Ég hef farið á TripAdvisor út allan heim og verið að elda einhverja góða veitingastæði og yfirleitt er maður fyrir vonbröðum. Nei, mér finnst góði veitingastar á tenni. Já, ég veist, Á þú Tenerife. bara velja það Já, rétt. hvað, Er ekki bara- gósbrundurinn hann Er mér finnst góði staði það. ekki bara allir staði með sama matsiðil? Nei, þú getur farið á ítalskan, þú getur farið á... Þú getur fengið egg eða steik. Já, herru, við skulum ræða tenni setna. Við erum með geggjaðan þátt fyrir ykkur í Það er dag. svoleiðis. Kæru hlustendur, það er púki í okkur, það er púki í okkur. Það var það mikið að vera hjá okkur á síðasta föstudag. Við glemdum spurningkeppni Gilsarans. Já, skita. Já, Og það var ekki eina skitan. Ég hef aldrei fengið jafn mikið af bara skömmum á Instagram af því við glemdum að tala dónalega líka. Já, og Hver átt að gera það? Þú glemdi áttir ekki að draga líka. Við glemdum að draga og glemdum bara öllu, sko. Hægir og heimskir. Glemdum að draga? Vorum við í því síðasta föstudag? Ég held það. ég Já, held það voru konum 2-3, já. Já, 2-3. Hann gæti spilað henni. Við skulum bara segja að það eru 2-3. Það er COVID-19, fólk veit að það er aðeins í okkur félagunum. Já, við byggjumst afsökunar á því en við munum ekki gleyma í dag. En það er ekki eina sem við glemdum að fara yfir. Af því að núna alltaf erum við á X-inu líka. Já, Við erum á X977 og Egil, við höfum verið með þætti þar. Ég var 2005 með þátt á X-inu. Hvernig varst þú, Egil? Ég hef ekki hugmynd, svo það er langt síðan. Já. Já, þátturinn hétt hér meðan harðan. hér þátturinn ég meðan harðan. Nei, ekki ég er meðan harðan. Hvað þá? Hétt meðan harðan. Meðan harðan? Já, sem var Hvað hétt það? Já, Bíddu, af hverju hætti? Það var lögut um einu sinni í Já, viku. af hverju hættan Og segir þetta er ekki penistegn, sko. Nei, ok, þetta er ekki tengt Nei. penisnum. Þetta er bara með eitthvað hart. Bara svona eðlilegt nafn á Ég er með útvarpsþætti. geðveika fréttir. Sikk og trögg. Þórólfur Guðnason, sóttvarnalæknir er að segja núna, ég lesa frétt, þetta er breaking news. Breaking news. Sem er núna í bílnum að keyra. Takmörkunum aflétt hraðar ef vel gengur. Yes! Já, það eru góða Hann er fréttir. basically að segja að gimmin eru að fara að opna mögulega fyrr. Það er jákvæmt. Er það bestu fréttir æfumina? Já, það eru rosalega góða frétti fyrir mig að gimmin sé að opna, ég er sammála. Þú har aldrei farið í gimm á æðinni? Nei, ég veit það. Farið í gimm, hann er ekki hort á En gimm. málega það að ég farið 3 sinnum í líkamsrækt á æminni og í öllum skiptum hefur verið tökum fyrir ykkur að Já, síðan. hvað sjómanstæk. En herru, allavega, við erum á X-inu líka núna og Já. við glemdum að spila líka við að því að tíminn bara, hann hljóp frá okkur í síðustu viku. Egil, ég var að gramsa í tölvunum minni, Ok. gömlu tölvunum minni, ég þurfti að finna hann í geimslu, opna hana, þetta var algjört vesen. Ok. Og ég var að finna gamla svona auglýsingar frá því að ég var með þátt á X-inu, við ætlum að spila þetta á eftir. Ok. Og ég fann í leiðinni gamalt lag sem ég gerði sem ég er að fara að gleðja þig og Já, ég þig elska og það. alla stera á hausa landsins, alla sem taka yfir 150 bekk. Það er mikið að stera þessum að hlusta, sko. Ég er að fara að spila lag sem heitir Anadrol á eftir. Ég elska það. Og ég veit ekki hvað Rikki dagsastjóri er akkurat núna, en ef þetta lag fyrir ekki beint í spilun þá verð ég pirraður. Svo erum við með Hey Fellow Kids. Hann er á sínum stað. Já, how do you do fellow kid? Það er að drítast inn á Instagram mitt spurningar og ég er að segja það, stakar, unga fólkið, það er að hlusta. Já. Ég get alveg að lofa eitthvað því. Það er að koma spurningar. Það er að koma spurningar, já. En sko, eins og við rættum í byrjun síðasta þáttar áður en við skiptum á okkur er að ég og Egil báðum Steinda að tala dónalega við annarkotn okkar. Við myndum draga við bara við hvernig þú myndir tala dónalega. Þú neitar í aftur núna, þannig að við þurfum að draga á eftir. Já, það er ekkert ósengjant. Við erum báðum að tala dónalega, ekki þú. En auðvitað, finnst þið samt ekki bara sangjant að þetta er bara alltaf dráttur eins og alltaf, þetta er úrdráttur. Ég veit það ekki, það hefur verið gaman að heyra þið tala dónalega, en vonandi verður dráttunum þannig Ég held að, sko, Steindi er það heppin ef hann fær ekkert að tala dónlega þá hlakka ég til að heyra hvernig hann ætlar að leysa það, sko. Vonandi. Ég get alltaf að lofa þér að þú kannt það ekki. Því líku bessi, sko. Já, þú kannt það bara ekki, það er bara þannig. Það gæti gerst í dag því að við drögum á eftir og ég lof ykkur, kæru hlustendur, að við munum ekki gleyma þessu núna því eins og ég sagði á hann, sjaldan fengi eins jafn mikið skít á Hate Insta. mail. Já, en ég er búin að breyta síðustu 2 þætti, drengir, en ég er að fara bara back to basics og setja á okkar mann, við byrjum alltaf að bubba núna. Það er Serbin. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Það var allar að kynna þetta lag í dag, allavega ekki FM 95 Blu, þetta er Serbin með Bubba Mortens og við erum búin að byrja, nokkra þætti á þessu lagi en ekki síðustu 2 vikur, þannig að þetta var kærkomi. Þetta er okkar uppáhaldslag með Bubba, eitt af þeim. Já, það er erfitt að segja hvað uppáhaldslagið með Bubba er, sko. En mér langar bara svo að vita, ég væri svo mikið til að vita hvað ösku trúðsins í nóttinni, hvað á hann við? Já, Bara að tala um þig. Þú varst öskri í nóttinni. Nei, við vorum að ræða þetta meðan að lagið var í gangi og ég er nú að taka upp þætti sem heita tónlistarmennir okkar. Ég ætla að spyrja hérna þess. Já, þú verður að gera.
En það er komið að slúðri hér í FN 95 Blu. Og sko, ég er ekki að segja sem ég lélegan pakka. En veist þú byrjar að kynna svona Nei, en það sem að fólk þarf að átta sig á að það er ekkert að gerast í heiminum. Nei. Og þá minkar slúður. Hvað er Patrik að gera allir með nú? Hann er bara heima einn og þannig er enginn á svarunum, hvorki á Instagram né síma sko. Þannig að við þurfum ekki að ræða hann. En þið veitir hvað ég meina, það er enginn að djamma, það er enginn að gera neitt. Þannig að slúðrið er að verða helviti þund, ég við ekki hérna. Og við gætum að fara að hugsa hvort að slúðrið fara í pásu á menn að COVID-ir. Hvað ertu með þetta? Það er svoleiðis. Nei, ég er með allt í lagi pakka. Miley Cyrus, þið munu þegar hún hætti með Hemsworth þarna daginn. Það var sorglegt. Já, það var rosalega sorglegt. En hún byrjaði þá. Þau voru frábær saman. Já, þetta var gott par. En þær byrjuðu saman þá Miley Cyrus og Caitlyn Carter, stelpa þarna. Ég sagði eitthvað frá þessu á sínu tíma. Nei, þú veist, hann að Miley Cyrus, hún sem sagt var lesbía. Nei, hún var með Liam Hemsworth, hætti með honum og byrjaði með stelpu sem heitir Caitlyn Carter. Já, og byrjaði svo aftur með einhverjum öðrum gæi, eða ekki? Nei, ég held að hún sé á lausu núna. En alltaf slúðrið er nefnilega ekki Miley Cyrus, sem er kannski pínu skrítið. Því að þetta er í fyrsta og síðasta sinn sem við fjöllum Caitlyn Carter, sem er stelpan sem að byrjaði með henni eftir að hún hætti með Liam Hemsworth. Hún vil meina núna að þetta hefur verið rosaleg mistök að byrja með Miley Cyrus, ekki að því hún var ekki hrifin að henni, hún var ástofkin að henni, en svo hættu þær saman. Og öll athygli sem hún fengið síðan er allt og mikil. Hún þarf að fara að vesla á nóttinni og allt þetta. Já, ég segi það ekki, en hún hefur samt verið í sambandi áður með Brody Jenner og fekk mikla athygli þá. Og sagði að hún hataði athyglina þegar hún byrjaði með honum. Þó líka svona sko. Nei, ég ætla bara að vera hinskinn. Hvað er það að gera? Hvað viltu við gerum? Nei, hvað er við að gera? Herru, ég er að reyna að vera með slúður hérna. Þetta er erfiðu pakki. En sko, gæsa strax. Nei, vitið þið hver Brody Jenner er? Nei. Af því ég veit það ekki. Ég fylgjast með öllu. Ég horfi á allt rusl í sjónvarpinu. Og ég fylgjast með öllum. Nei. Hún vildi meina að athyglin sem hún fekk eftir að hún byrjaði með Brody Jenner hafi verið hræðileg. Og það fór í taugarnar á henni. Skrítið þá að byrja með Miley Cyrus ef þetta fóð svona rosalega í töðunarni, því að núna vil hún meina að það er allir ennþá að tjekka á henni hvað hún sé að gera og fylgjast með henni eftir hún hætti með Miley Cyrus. Og segir núna að það séu mistök fyrir hana að byrja með frægu fólki. Þannig að það er svona. Þú veist meina að hún sé með allt lóðrétt? Nei, það er bara skrítið. Ef það fór í taugarnar á henni að vera með þessum, ég veit ekki, ég þarf að skrolla niður því ég man ekki hvað hann heitir sko, Brody Jenner. Ég get alveg sagt þér nákvæmlega hvernig þetta er. Jenner, herru, þetta er örugglega úr Jenner fjölskyldunni. Ætli þessi bróðir þeirra? Þannig að Google fyrir mig Brody Jenner, ég er að því einmitt rosalega tæknilega veitur. Hvað heitir þessi kona sem þú ert að tala um? Brody Jenner sko, ég meina hún heitir Caitlyn Carter. Sam Brody Jenner. Hver er þetta? Þetta er bara trúður. Trúður. En hann er vist frægur af því að hún vildi meina athyglin eftir að hún byrjaði með honum hafi verið hræðileg. En er það disc jockey and a model? Er þetta vöðvingin eða? Disc jockey, a model. Langar að segja þú. Hann er frekar huggulegur. Ég tek þetta tilbaka. Mér líður eins og þessi pía að segja svolítið, mér líður þetta, ég nú ætla að vera hinskilin. Mér líður eins og hún sé svona hæfileikalaus en þráir að vera fræg. Já, og sé þess að fjalla þetta. Hún er bara að elda eitthvað frægt fólk og svo er hún kvart yfir hvað hún er getur ekki gert neitt og að því það er allir að elda hana. Hún er að kvart yfir eigin fræði núna, samt veit ég ekki hver hún er. Nei, þetta er svo skólabókadæmi. Ég er búin að margótt fara yfir þetta. Þetta er skólabókadæmi, þetta er sorglegt, þetta er hræðilegt. Og veistu hvað, ég hugsa að í þessu tilfelli cocaine is a hell of a drug. Jó, það er bara þannig. Þú segir, ef einhvern pyrraði í slúðrinu þá fer það alltaf í cocaine is a hell of a drug. Þú ert ekki sóber að tala um þetta. Ég byrjaði með þessari nú ok, hún byrjaði með fræðri mannsku, þau eru hætt saman. Heldur þú í alveg að séu 50 paparassar að elda hana núna út um allt? Nei, ég veit ekki hver þetta er. Nei, ég veit enginn hver þetta er. Þetta pyrra mig og bara næsti mólitak. Þetta er svona eins og þegar þú varst mjög reiður á sínu tíma þegar það var Íslendingur sem vildi meina hann gæti ekki
vesla í hagkaupunum á nóttinni. Já, ég mitt það bara svolítið henni. Hvað Íslendingur þarf að vesla á nóttinni í hagkaup? Ég veit. Hvað er að gerast? Hvað er að gerast? Þá fór það læsta slúður, þetta er enda betra slúður. Þetta er eitthvað fyrir þig, þú dyrkar hana J.Lo. Já, J.Lo er geggjur. Hún er frábær. J.Lo er blogg. Hún er geggjuð. Hún og A-Rod er að spája að kaupa The New York Mets, sem er hafnaboltalið. Það er til, geta alveg kæft það. Já, það kostar að eiga íþróttalið í Bandaríkjunum. Hún er mjög líklega að kaupa þetta fyrir gamer money. Hún er að auglýsa tölvuleiki núna sko. En þetta er nefnilega tvöfalt slúður. Hún er ekki fyrir gamer money. Hún er að auglýsa tölvuleiki núna og hún er að raki. Já, þess er hún rík, Steindi. Þú tengir J.Lo við tölvuleiki. Nei, hún er basically bara að Heyrður lagið On the Floor með Pitbull. Getur þú gett með nógriða með þennan mólinn í gangi? Farða þessi tölvuð að það? Við spilum samt bara íslenskt. Já, en hérna græjaðu fyrir mig On the Floor með J.Lo með að tökum hann að móla hérna. Á með þú finnur það, getur sagt þér að hún er búin að tvöfalda peningin á gamer money. Hafi ekki Það var rosalega gott að hafa On the Floor með Pitbull og J.Lo. Hafið verið á Instagram nýlega í einhverjum stories og flett fram hjá og ekki séð J.Lo vera sorry, I was attacking your village hérna að auglýsa tölvuleik. Attacking your village. Hún er að auglýsa tölvuleiki. Ég man ekki hvað leikinu sinna. Hún er að auglýsa tölvuleik. Ég vissi ekki eins og af því, þannig að það er bara þú og... En ég hefur heyrt On the Floor. Það er núna undir, heyrðu það ekki? Jú, ég heyra það núna. Hlustaðu. Já, en hitt slúðrið með J.Lo er að fyrrverandi kærastenninnar kærastar vilja meina að hún sé rosalega ástsjúk, þannig að þeir hafa enga trú á samband hennar og Alex Rodriguez munu endast því að hún she falls heavy, stendur hérna. Er þetta Kvenkins Sverri Bergman og Dóri DNA eða? Er Dóri DNA svona ástsjúk líka? Alveg svo sessi. Já, bestu vinnur okkar. Já, en þeir vilja meina að hún verður svo rosalega ástfangin snemma, farið svo hefi inn og þessna splundri sambundin hjá henni. Hvað er búin lengi núna með... Það er bara 1,5 ár held ég. Já, samt, 1,5 ár. Já, það er vel gert. En hún er alltaf búin að giftast 5 sinni eða 4 sinni. Það er ekki vel gert að vera búin að vera í sambandi 1,5 ár. Nei, 1,5 ár, það er ekki neitt. Var hann að gifta sig núna? Nei, en þau eru eitthvað að spá í það. Að spá í að gifta sig? Eftir 1,5 ár, af hverju? Það er hennar 4. eða 5. En af hverju, ef hún er búin að skýta sig 5 sinnum í einhvernum giftingum? Það var það sem ég var ræðum daginn. Á hverju er hún að gifta sig? Af hverju ekki að leyfis aðeins að... Að segja hverju? Af því að, þú veist, það sem ég held að leið og, sko, þetta er að sami, sko, margar Hollywood-stjörnur er að díla við þetta. Leið og ert einhvern veginn svona, það fara að fækka giggum. Það er ekki aldrei, sko, nú verður ég eins að korka. Þá þarfst að komast á the front page. Það er ekki að fækka giggum í henni. Hvað er betra en að vera að fara að gifta sig? Já, reyndar, Alex Rodriguez er náttúrulega hættur að spila hafnabolta, þannig að hann fílar aðtiklinu, þú meinar. Ertu að grínast? Þetta eru 2 manneskjur sem er að missa aðtikli, hvað segja? Þetta er samt J.Lo, sko. Já, show some respect. Það er að fara að segja núna, cocaine is a hell of a drug. Ég get lofa því að hún hefur done some cocaine. Nei, hún drekkur ekki eins og. Í gegnum tíðina? Nei, ég get lofa því. Heldur hún fáið sér allt í hennu bara kókaina því að það er svo góð lykt? Nei, en þau er sko málega það, þú veist, þau ert með staðina Vegasjó, þú ert búin með sama sjói í 15 ár og fólk er bara svona, herri, jæja, nú verður þetta að vera fínt, hvað þarf þetta að gera? Þú þarf að komast á the front page. Sko, ákveður er Steindi allt í norðin einhver sérfræðingur hérna, það varst þú. Mér fannst þú oft með góða punta. Steindi hefur reynda að krakka 2 rosalega dæmi. Ég kemst bara ekki að, þú veist, þegar Steinþór byrjar ég bara halla maður til stólunum og henni kjafti. Hvað segir þú? Málið með J.Lo, ekki nóg með að vera sko frábær sönguna og frábær leikona sem er bæði vannmetin leikona. Sammála. Money Train, geggju í Money Train. Og hérna, ekki gleyma einu, hún mætti á Súbólum daginn, pakkaði saman. Hún var rosaleg. Og metin á 400M. Vantar ekkert aðtigli, ég er ekki saman. Og hún er 50, en hún er eins og sér 20. Ég séð í skrokk og sko, hversu hún hugsaði vel sig, og sko ég bara ósamal öllu sem segir. Hvenær kom síðasta bíómynd eða síðasta popláð sem var að hitta Big Time? Þau verið heilt On the Floor. Já, ég man eftir því. Já, þetta er margar að gaman. Ég er að segja, þegar þú ert langt síðan þú varst með að hit song. Þegar þú átt 400M, þá ertu bara með síkó heima. Þetta er fíkn.
Málega Býtu, ef að þú ætti 400 væri þú ekki byrjað að reykja bara aftur og myndir að hanga heima í Call of Duty? Nei, málega, þetta er Jú, af því að ég er ekki fíkill á athygli. Málega, það sem hún er að gera er að hún er búin að eiga geggjaðan feril. Hún átti síðast geggjaðan hittara fyrir 9 árum, lék í Money Train fyrir 25 árum og hún þarf núna að vera að gifta sig og skilja á 2 mánaða Þú fresti. skilur þarna úti samt, hún var með Super Bowl sko. Já, Super Bowl er líka bara svolítið svona velun bara fyrir svona, heyrðu, takk fyrir velunni störf. Bara thank you for the service. 1M er 150 miljónir. Þetta snýst Hún á 400 Já, en fyrir svona fólk sinnum snýst þetta ekki um pening. 150. Þetta snýst ekki um pening. Ég ætla að enda þetta einn á Bieber en þetta var svo ómerkilega Herru, múli, það er bara fint hvað þetta er mikið. Ég get sagt þér eitt um Bieber. Veistu hvað? Ég fann að vorkina kallinum. Og málega það að mér finnst Bieber vera, ég vorkin honum og ég óskunum allsins besta því að ég var sá nýlega mynd á honum. Þú sendir okkur agli mynd. Hann lítur mjög illa út. Þetta var kannski bara, það er allir Egill, þetta er í fyrsta sinn, ok, bara svo ég útskjöru fyrir hlustundum. Steindi sendi okkur mynd á FNÍ blöð tjattin okkar. Hafið þið séð Tiger King? Já, hann lítur út eins og einn af kærastunum hans. Í dag. En Egill, þú skrifaðir, hann hefur átt betri daga. Hann lítur ekki nóg vel út. Meira segja Matthew McConaughey getur fengið mynda sér sem hann lítur ekki nóg vel út. Já, það er enda góða punktur. Já, en veistu hvað? Málega þetta er bíbasín, en fyrir út í sjoppu, paparazzaður. Skilur, hann fær aldrei breyk. Steindi, veistu hvað væri til vondar myndir af þér ef að þú væri frægur og Justin Bieber? Það minna þess að ég er 8,2 á góðum degi, það er þannig. Ok, hvernig lítur út? Þú er búin að spila töluleik í 16 tíma og búin að hristandi og ferð út í sjoppu. Ég er svona 5-3, já. 5-3? Þú varst 2 daginn hjá Agli, þú væri svona 1,2. Já, honum, já, ég var ekki 2 sjálfum mér. En ég get lofa eitthvað því, strákar, ég ætla bara að segja núna, þetta er bara, nú er þjóðin að hlusta. Ég vorkenni Bíbernum og ég held með honum og ég vona svo innilega að hann jafni sig á allir þessi neyslu og rífi sig núna bara í gang og komi aftur bara to reality. Þetta er fallegur punktur, Jesus is king, en við skuldum auðlýsingar. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blö. Það held ég þeirra að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957 og já, við þakkum ekki kjallaði fyrir það. Það er nóg framöndan, styttist ég að við drögum upp á hver þarf að tala dónalega hér í lókþáttar. Nei, ekki lókþáttar, svona 5:30. Ég ætla, sko, Öti, Vona verið þú. Nei, ef það verið Egill aftur. Það verið sanngjarnt. Já, allt það verið þú. Ég er til já, en ef það er Egill aftur, þá ætla ég ekki að taka móti því. Herru, þú getur ekki bæði neitað að tala dónalega og láta að tala dónalega við þig. Þetta er orðið helviti hart hjá þér. Ég væri frekar til í að tala dónalega en að taka móti Agli aftur. En af hverju samþyktur þú ekki bara fyrir þátt að þú tali dónalega? Nei, bara því að það er bara dreigið. Erum við ekki alltaf að tala um að við séum heiðarlegir og ætlum að koma hreintið dyra og gerast í beinni og, ég ætla ekki að taka þetta bara á mig, við drögum, en ef það er Egill og ef það verður ég sem þarf að þóla þá ætla ég að lappa hérna út. Eldra mér langi að tala dónulega við þig. Nei, þú bara kannt ekki að gera það. Ég veist ekki alltaf að það mér langi það, sko. Þetta er óþægt sem ég geri. Já, óþægt sem þú gerir. Ekki vera að kalla með fat piece of shit sem reykir. Þetta kallast að tala dónalega. Já, þetta virkar ekki hann. Keyword dónalega. Förum betri yfir þetta eftir. Það er komið í næstu innkomu drögu. Það er komið að kortmyndur frekar. Og ég pínu peppaði fyrir þeim í dag því það eru góðar. Eru þið tilbúinir, drengir? Við erum klárir. Fyrsta spurning. Kortmyndur frekar, alltaf taka brjóst hjá mömmu ykkar fyrir skrall eða þeirri drekkið eða hætta að drekka? Taka brjóst. Býtu, erstu að tala um að segjum að ég var að fara út í kvöld og þá þyrfti ég að byrja því að koma við hjá mömmu sjúa henni brjóstin og fara svo á djammi. Já, bara eins og gerði sem krakki. Þetta er mammaðinn, hann að... Já, en ég mætti líklega bara vera heima að fá mér rauðvín. Nei, mátti ekki drekka nema. Þannig að þegar þú ákveður að drekka að þá þarf það bara brjóst fyrst. Ég ætti bara að taka sopa á áfengi, ekki djam. Bara sopa á áfengi, já. Hvað er langa tíma á? Já, hvað er maður, ok, ég skal Teddi var nú eldur lengi Teddi mjög lengi, sko. Þau þurfa að vera mínútu. Sko... Það er nú ekki svo mikið. Nei, en málið er að eini gallin í þessu er að það er langt síðan ég fór út á djammið en ég södra mikið. Ég er orðin kójufill. Ég er orðin svona basically, þú myndir byrja að drekka miklu minna. Það segir sér sjálf. Þú ert í Call of Duty með rauðvín. Ég er að fara að stríma í kvöld með rauðvín. Þannig að þú veist, ég er gaur sem er heima. Ég á það til að opna bjór eða fá mig raukt og svona. En ég er ekki mikið. Þú ert ekki að segja hlustendum okkar einhverja fréttir. Það veit allir úr drekkur, sko. Já, ég veit það, en ég er ekki mikið. Þú sér mig ekki niður í bæ oft. Það er að því að COVID er gangi. Ég ekki heldur. Ég var myndaðir endar niður í bæ
á flöskuborði. Hún þarf að fara að hitta streets. Segðu mér í megin tweetið. Ef þú postar þessari myndi einhvern veginn, ég get að lofa þér ég hætti að tala þig. En ég gera það, ef þú segir bara já, ég má tweetinni. Nei, þú mátt bara ekki tweetinni. Málega, þú náðir mynd. Besta mynd sem ég sé. Þú náðir mynda mér á mjög óþægilegum tíma fyrir mig. Já, það var ekki óþægilegt fyrir þig, ekki á myndinni. Þú ert grennandi látri. 9-1-9-2. Eitthvað eðla sexy. Hvernig var þessi mynd? Bara skellir hlægandi á flöskuborði. Þú ert ekki að vera postir. Ég er búin að segja við þig, þú ert ekki að vera postir. Það er bara leiðu þið fæ grænt á postæðinni. Það er ekki gera nema á leiðum. Við eigum nú líka líf fyrir utan þetta stúdíu. En málega er að það sem ég var að segja ég er heima sötandi maður. Já, þú ert svona kóju fyllibita í dag. Já, þú sérð okkur, þú veist, ég meina, þú sérð okkur þrjá ekki oft skokkandi niður Laugaveg á leiðinni ykkur í ykkur rugl. Það er minka, en það eru ég geti séð í Sundlaug samt, fullan. Nei, þú varst ekki með úti þá. Nei, þú varst ekki með. Ég sá á Instagram. Ég er að followa. Ok, svarið spurningunni. Mundu hægt að drekka frekar heldur að fara að brjósta með mig í mínútu fyrir Kristján? Já, ég er það því miður að hægt að drekka, því ég er ekki að fara heim til móðu minnar á jöllu aftur sem ég var að gera því ég var á Tiny Little Baby. Þá er ég bara í eitthvað annað en rauðvin. En það var eitthvað rosalegt jam framöndan. Fertugsamlega mitt í sumar. Og fertugsamlega hans? Já, eða því. Það þreyttur á bíl. Já, en myndur þú taka það? Myndur þú ekki taka 1 og 1? Þetta er dýtlið þannig, ég má velja 1 og 1. Það er ekki alltaf eitthvað skipti sem að... Nei, þú myndur náttúrulega bara drekka minna. Já. Þetta er basically þegar þú ætlar á jammi þá verður að stoppa við þegar mömmuðinni. Já, og ef þú fer til útlands þá ertu að gera áður að fer út. Og það gildir allan dagan úti. Ég held samt að sko, það er eftir harður í dag. Fyrir ammali blöð. Ég sé mig ekki að labba inn í bögurinn á gamla settinu og fara á jöllun og mömmu. Ég veit bara að mamma var ekki til í þetta. Mamma er ekki til í þetta. Okkur ekki, þú uppáhaldsvonurinn. Er ég uppáhaldsvonurinn kominur? Við erum 2 synir. Já, hún elskar þig meira. Ég myndi freka að taka bara vel að koffín í staðinn. Dæli með réttrykkjum. Ég sammála ekki. Ég gæti ekki farið bara heim til mömmu minnar og nei, það bara gengur ekki upp. Þetta var svo eðlilegt fyrir nokkurum árum síðan. Já. Nokkurum árum síðan. Þú varst í bleiu. Herru, ok, þið stöðu báðir nei. Þið myndu báðir hægt að drekka. Já. Það var bara ekki annar valmölu ekki blöð. Ok, þá var það næsta spurning. Hvort myndið frekar alltaf vera í vesti eða alltaf vera í leðujakka? Ég myndi alltaf verið í vesti. Af því að leðujakkin málið það. Leðujakkar, ég er ekki með góða. Ég tengi leðujakka ekki við a happy thought. Ekki? Nei, ég hef ekki oft séð þig í leðujakka. Nei, ég er mjög sjaldan leðujakka. Og þegar ég hef séð leðujakka þá er það yfirleitt kallmenn í leðu frakka og í svona smellu jogginbuxum. Nei, ég er oft í leðujakka. Aski hárið og úlingum í Atlantic City. Egil? Sko, ég myndi frekar steindi bara svo barnan ykkurna fyrir viku síðan. Þegar er í vesti? Já, sko ég er alltaf mjög mikið til að sexy gæjum í flottum leður. Já, en ég skil ekki. Allir frægast inn í neimi sem eru hólulegar er í flottum leður. Já, ég var bara í vesti. Akkur er ekki vestur í dag? Varstu svo barnan? Ég hefði bara komið í. Akkur er ekki vestur núna? Af hverju? Út af að varst þessu barninni? Nei, þegar ég á bara önnu föt og ég fer bara ég fer bara í einhver föt til ég vakna og hvað vitleis er þetta? Vestið þitt var þetta rosalega skrítið sko. Akkur var vestið mitt skrítið? Ég er ekki að segja að þú lítur út þessu barninni. Nei, mér fannst það bara eitthvað skrítið. Það fannst að vera að vinna svona, að vantaði bara töngið og eitthvað svona að kæfta það. Sér hvað eru gaman, þetta mála. Ég hlakka til að vera með How do you do fellow kids. Þið eru svo gaman þess. Eitthvað veist, vestið var að vera hallarslegt. Vestið er mjög flott. Sko, flottur leðurjakki. Það er ekki toppa það. Nei, ég er sammála, ég myndi velja leðurjakkan. Já, sagður ekki alltaf ég vil leðurjakka. Já, það er máli. Nefndi einn sexy gæði sem fruta þig, þú frekar sexy sem er í vesti. Fannst þér að sexy í vestinu? Nei, það var svo barnan þig. Ég bara tala mann að frekar huggulun á í almennt. Takk fyrir fallið orð. En máli er að það sem ég var að segja við þetta er að hann var að spyrja ekki hvort myndur vera á leiðinu út á jammið í kvöld í vesti eða leðurjakka. Hann sagði alltaf að þú ert alltaf í leðurjakka, við sko er heitt að þú ert í alvöru leðri. Já, ég er sammála þín þar, það er sunshine. Síðasta spurning. Alltaf vesti. Hvort myndið þið frekar? Nei, þeir eru báðir búin að svara. Hvort myndið þið frekar að þið myndið bæta okkur 40 kílóum eða konan ykkar fengið þau? Ég hugsa að ég myndi vilja bæta með 40 kílóum. Þú tækir að það 40? Já, ég hugsa það. Nú er ég bara alveg hinskilin. Já, það er sem við byggjum hérna. Já, og ég meni, þetta er kannski ekki vinsalasta skoðunin, en ég hugsa það. Akkur er ekki vinsal?
Nei. Já, því að þú ert með miklu meira á fyrir. En málega Miklu meira. En málega nú, sko, ef kona mín var að hlusta hún hlusta nú bara af og til ef hún kemst í það. En ef hún er að hlusta núna, þá mun hún pirrast. Alveg 100%. Þetta er að koma mjög harðri átt, sko. Er þetta hættilega spurning? Já, svolítið, af því að hún er ekki að láta mig heyra það þegar ég bæti á mig. Sko, af því ég er svolítið svona á jójó. Stundum er ég alltaf svolítið. En þú veist að jójó fara upp og niður. Já, ég er að segja, þú veist, segjum að ég hef aldrei verið með fremri talan hefur aldrei verið 9 hjá mér. Nei. Hvað var hún í evrópska draunum? Evrópska 89. Ok. Ég var upp á Aldrei verið þingra það? Nei, sko, léttasta sem ég verið, ef við tökum síðustu Varst það ignora viktina, þú varst í einu versta? Nei, þá var ég 89 kíló. En ef við tökum síðustu á mig, ég er náttúrulega má ekki gleyma að ég er 1,78. Ég er að rokka frá venjulega er ég að rokka frá 83 upp í 89. Ok, Egil, ég er enda forröndana með þig því að þú ert nú að fitness guru. Já, ég er spáð að setja þessi 40 á mig. Ég setja á 3 Nei, þetta þarf að vera fita. Ekki Það snúður. sagði setja 40 kíló á sig. Já, þá myndi ég Það sagði ekki alltaf meðsverð. Þá myndi ég bara taka það með líka. Ekki láta svona. Hann er að tala. Egil fann góða leiðan. Það sagði setja 40 kíló á mig. Böddi, Steindi og Gils í FM 95 Blö. Held ég fyrir að hlusta á FM 95 Blö hér á FM 957 og það er komin tími á klefa. Við erum inn í klefa, það er ekki bein útsending nú. Nei, það er gamli góði klefin og þegar við tölum um klefa þá erum við eiginlega bara ekki bara að koma hreint fram, við erum að gera símat. Jú, eitt bara hljóma betur. En við erum að fara í dagskrárlið sem hefur ekki verið lengi og var einn af mínum uppáhalds. Þetta byrjaði við fengum Sveppinsson til að gera þetta. Þetta er að ég skrifa orðin og þú þarft að biðja um þau. Ég hringi einhverja verslun, ég drita orðum meðan þú ert í símanum og þú þarft einhvern veginn að bjarga þér út úr þessu. Já, þetta er mjög skemmtilegt sko, en það sem er hrikalega óþægilegt og eiginlega við gert klikkastundum á þessu. Þú verður að muna að rétta mér orðið, þú veist, þú mátt ekki rétta mér með sekundu fyrir það. Já, ég er búin alveg að hugsa 1-2. Hann rétti mér að stundum á seint. Já, ég mun rétta þér að horfa þetta tíma. Sko, orðin sem ég langar svolítið að vinna með er eitthvað svona, þú veist, húsasmiðan eða Bauhaus eða eitthvað svona kætaði sko. En svo sért iðnaðarmaður. Ok, settu þið núna í spór iðnaðarmanns af því ég er að fara að syngja í húsasmiðan. Ertu tilbúin? Ég er klár. Húsmann Grafarholti, góðan daginn. Já, góðan daginn. Mikið hrikalega lengi að svara. Það er bara mikið að gera. Já, ég er alltaf að hausa á okkur núna. Já. Heyrðu, við erum að steypa þetta með Grafarholti. Ég er að spá, er þið með stóðhamar núna til inn í búð? Nú, þori ég ekki að fara með það. Nei, þetta er svona hamar til að berja á svona plaströr til þess að ná ullina milli. Já, nú bara eins og ég segi, ég þori ekki að fara með það. Ég er bara inn á kassanum, ég skal bara gefa þau sambandinn á strákmannin inni. Voðalegt vesin er þetta, já. Húsið Halli? Já, Halli. Já. Sæll að blessa Rakkið upp í Geislabögu Grafarholti. Eru þið komni með stóðhamarinn? Stóðhamarinn, þetta er svo sleggja með gulu gummifóðri, nota til að berja álpípur saman sem hefur safnast púður á milli. Nei, þetta er ég ekki séð hérna hjá mér. Nei, anskotin. En sóltöngin, er hún komin til ykkar? Er það ekki eitthvað sem að er inn í hjá pípurunum? Nei, sóltöngin, ég er nú keypt þetta við ykkur. Þetta er grilltönga, er bara aðeins stærri, nota til að keyra, leysa boltan aftur á Gústafs klósetunum. Já, þetta er hjá pípurunum. Ég held að þetta sé ekki hjá okkur. En túrblettur, er hann kominn? Túrbletturinn? Ég ætla Ási, hvað á ekki bara beðan að hringi í því? En strákarnir að það er hliðin á, getur þú spurt á að left mér að heyri þeim? Má ekki bara beðan að hringi í því? Það er miklu öðru. Kallaði bara á hann. Hvað er gefsir hefur? Spurði bara Ási, áttu geirutús? Sko þetta, geirutús. Ég er með píparinn fram með, hann hristir bara hausinn, veit ekki hvað þetta er. Hristir hann? Sem kunni, sko. Hann hristir bara hausinn, veit ekki hvað þetta er. Heyrðu, getur þú leyft mér aðeins að heyri honum? Bara östuðt. Þetta er bara viðskiptöðinu? Já, getur þú spurt hann hvort hann væri til að heyri mér? Til að heyra þessi honum. Halló? Já, halló, hvað er fyrir? Já, loksins að maður fá að heyri pípara þarna, greinilega COVID ástand maður, er ekki þetta að fá sambandi neitt? Það er vandamál. Já, heyrðu, ert þú pípari, löggiltur? Já. Geirutús, veistu hvort að hann sé núna til inni? Geirutús, hvað er það? Geirutús? Hvað er það? Þetta er bara svona eins og venjulegur túspenni, töflutúspenni en þú til þess að taka á álrennurnar. Túsa álrennurnar, þá myndar svona lítill flippi sem þú getur, þá veistu hvað er út að saga. Já,
Ég kannast nú ekki við það, sko. Ég held að nú... En túrblettur? Svona hefðbundu píparaspasl til að laga gamla sprungur í Gústaf sem komin með drullusokkin alveg á kaf? Það kannast ég nú ekki við. Ekki, en reyntinglerugun ef þú ert komið með báðar hendurnar ofan í að reyna að ná í einhverja rottu sem að þvælast þetta fyrir í pípunum Ég hef ekki verið alvorði varðið svona búin að hér. Ekki, en soglista til að setja listan ofan í allt klósettið og sjúga þar upp ykkur sníkjudýr sem hafa verið þarna að þvælast lengi. Ekki kannast við þetta heldur. Það til hérna. Ert þú ekki pípari? Jú. En sóltöng? Við notum ekki svona tæki. En hvað notar þetta að taka upp gamla rottu? Við kallum bara á myndiræðir. Myndiræði fyrir það? Já. En að þú ert inni í einhverju húsi bara, í einhverju einbýlishúsi hérna og þú ert búin að fara ofan í lagnirnar og taka allt í sundur og sérðana þá og þú ferðu alltaf að kalla myndiræði þá eða? Nei, notum við bara hanska og tökum bara á hendi minn. Já, notum við bara hanska, já, ok. En eru sólhanska til þá þetta? Sem eru þá með þykku, góðu gripi og eru þykkar en venlegur gúmmihanskar sem að fá ekki eitthvað sýkingu í gegnum þetta rugglana? Ég þekki það ekki. Hvað gerir þú, vinnur? Ég er pípari. Ert þú ekki pípari? Jú. Já, en mér Hvar færðu þessa vörur? Ég fæði það bara ruggla samastað og allir. Mér finnst eitthvað svo spes að þú veitir ekki hvað geirutús er eða stóðhamar eða túrblettur eða sóglist eða reyntinglir eða neitt. Nei. En heyrðu, en ekki getur þá réttu sem vittlisingarna sem er að vinna þarna ætt alkaður. Alkarör, það eru bara fyllibittur. Eitt að loka Ég má ekki ræða þessu bulli. Herru, leið mér aðeins að heyri honum aftur þarna. Takk fyrir. Hvað var að gerast í þessu símtali? Ég bara Það er bara að þú fengi að tala við píparan. Það er stórkostlegt dæmi, sko. Tjöfull var þetta var meiri vill. Þetta er einn af mínum upp á starfsfélaginu. Já, hann er geggjað. Þetta var að leggja orð í munn og við byggjum húsasmiðunum bara afsökunar og þessari vitleysu. Já, og það nágeta pípara. Já, Jesus. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Við nefnum ekki að baka okkur ennina ferðina en þetta hefði verið Eurovision lag Íslendinga og það hefði verið bara mjög stutt í Eurovision. Það er að koma mæ, 1. mæ er næsta föstudag. Herðu, það er frídagur, föstudagur. Já. Verður við ekki að vera með sjósamt? Já, ég meina, við erum ekki vanir að taka okkur frí, sko. Við erum vinnuaskar. Já, það er svolítið þannig. Strákar, þetta er þáttur fólksins og auðvitað mæntu við í vinnuna. 1. mæ. Já, sko, leifum almenna borgar taka frí. Meðan mætu við vinnuna, félagarnir. Já, eins og við gerum alltaf. Við mætum svo lengi sem fólki lofar að hlusta. Ég veit hvað fólk er að hugsa núna, þeir eru ruglaðir, þeir ætla að mæta. Takk fyrir aldrei frí. Já, en við ætlum að gera það, kæru hlustendur. Við mætum hérna næsta föstudag, 1. mæ. En eins og ég talaði um í byrjun þáttar, þá hef ég sjaldan fengið að mikinn skít á Instagram og þegar við glemdum að tala dónalega síðasta föstudag. Það var ekki viljandi, bara svo fólk veit það. Ég verði að viðurkenna, mér fannst ekkert svo leðilegt og glemt í því. Nei, ekki mér heldur. Að lendi illa í því, þessum dag sko. Það er lélugur í honum. En við erum að fara að draga núna. Við erum að fara að draga núna og Steindi heimtar að sér dreigið, hann vill ekki bara taka það á sig því hann er svo eini þessum þætti sem er ekki talað dónalega. Nei, mér finnst bara, það er bara fair and square. Já, ekki hann alla sem er að því sko. Við þurfum ekki að fara að rífast ennina verðunum það og hvað þá núna í beinni. Má ég byrja að draga? Já, mín vegna. Ég væri til að byrja að draga. Ég er stressaður. Ég ætla að krumpa þeim saman hérna. Þetta er svo dráttur í meistarlinn. Ég er stressaður. Please, má ég sitja hjá í þessum helvítis. Ég ætla að koma inn. Ok. Steindi er á leiðinni við borðið. Ég er að fylgjast með þetta, ekki fiksað sko. Þetta er ekki fiksað, ég er með 3 blöð. Býtu. Egil. Nei. Egil fyrir að tala dónalega. Nei. En býta okkur að fagna, það getur verið þú í þriðja sinn. Nei. Ég ætlar að fara að stjórna því líka. Nei, ég er að segja það bara. Egil, þú ert að fara að tala dónalega á eftir. Sjá þig. Býtu, og það er hvað í fjórðarinn. Þú ert voðalega. Þetta er ekki reynslegu fyndilegur. Og það er sko, þetta lítur að fixa. Egil, þetta er. Ég er ekki svona óöfn. Við erum 3 þetta. Hvort viltu að ég draga? Það eru 2 blöð eftir. Hvort viltu að ég draga eða þú? Bara, ég skal þú ert örugglega fótt að svindla. Nei, ég er ekki að svindla neitt. Hann var að, ok, hvað nú? En ef hann dreifir mig, það gengur ekki. Það bara verður að vera, þú heimtaðir, þetta er bara dráttur. Blöð. Yes! Ok, ég slepp.
Ok, Steindir er ekkert eðlilega heppinn. Já, Í sko, þetta hann gerir ekki neitt. Það er dreigið og það er svona þetta. ég er að fá svona mixed feelings núna, sko, því að Þú ert að fara að tala Ég veit alveg hvað þú ert að fara að segja á Þú ert eftir, ekki að gera neitt sko. Nei, Jú. ég er að taka á móti þessu og ég veit alveg hvað þú ert að fara út í, sko. Þú er ekki hugmyndi, ég ætla að búa þetta til sko. Nei, herri, Hvað er langar tíma, hvað höfum við þetta? Ég þarf að Hvað semja þetta. skildur þú tala ef þú myndir tala dónalega við mig í rúminu? Þú ert alltaf sköllóttur. Það er góð spurning. Má ég ekki bara smíða þetta? Já, þú fær En ég þarf, hvað er langar tíma? Þú er hálftíma, við förum í þetta Jesus hálf 6 Kristur, sko. En á þeim nótum og þá er ég núna sem Svo betur ánægður, fyrr sko. Já, sérðu trúðin, hann er bara Já, ég er bara- Hann er með þetta er bara- bros út af eyru. Þetta eru góða fréttir. Hann er ekki verið svona happy sem hann frétti bara að vera frítt á Pornhub Premium, sko. Ok, ég ætla að lesa fyrir ykkur núna og ég var búin að ákveða þetta. Þetta er ekki bara því að það var að tala dónalega mig. Ég googlaði hvað væri svona algengast þegar þú ert að tala dónalega Ok. og ég ætla að reyna að hjálpa hann, Egil. Ok, takk. Þú er hálftíma til að Já, segja það væri fínt að fá smá tips nú. Já, hvernig væri það? Frá þér, svona fagleg ráðgjöf, ekki bara Steinda. Nei, Hvar fannstu þetta? þetta er bara, ég googlaði þessu Bara how to talk dirty Það er ekki flóki Hvað kemur fram hana? Á ég lesi þetta ennsku og íslensku Ensku, takk. You drive me wild Já, I can't get enough of you Ég fæ ekki nóga Þú náttúrulega að fara til íslensku eftir er þetta ekki bara sama auðvitað og ég er búin að vera að hamra á? Nei, þú ert búin að vera svolítið svo oft, Þetta sko. er ekki að tala dónulega. Ef þú myndir segja mér blöð, Þetta you er það sem- drive me wild. Já, þetta er sem kallast að tala dónulega, bara svo veitir það Þetta er það sem ég er búin að segja í 3 þættir. Ok, hvað er með fleiri búnta? I want you so badly Jésús, hvað lús er skrifað þetta? Enn og aftur. I want to peel you like a grape Það er þetta voðaskríti I want to peel you like a grape. Þú mátt alveg sleppa því En taktu hinn Mér langar að afhýða þig. Ha? Eins og appi sín. Þú ert ekki að taka það Ok, alltaf leið. Já. I love it when you touch me like that Þetta er nákvæmlega sem ég er búin að segja. Að vera að kalla með eitthvað fitulung með sígarettu, það er ekki að virka. Að vera að segja bara váka ég þráið akkurat núna með langar að afhýða þig og svona dæmi. Þetta er það Að sem afhýða þig? Nei, Mér finnst það bara mjög stygt, Já, sko. en þú veist, mér langar svo mikið í þig akkurat Sko, ég Váka þetta er vilt og gæti verið að þú hafi dottið inn okkur síðu eitthvað svona steindasíðu sem er að reyna að segja fólki hvernig það tala dónalega en þið kunnaði virkilega. Steinda síður. Þið voru ekki að kalla með eitthvað pervert hérna að vera bara á Pornhub allan daginn. Þið verður að ákveða hvað þið ætla að hafa mig. Þið getur ekki verið bara að henda mér það sem hendar hérna. Ok. Yes, that's it, don't stop er mjög vinsælt stendur hérna. Ok, yes. Hvað er dónalegt við þetta? Talk dirty You know what I want. Nákvæmlega, Egil, hvað er það dónalega? You know what I want er gott. Hvað hittum þið það? Svo kemur your fill in the blank is so sexy. Þetta er, ok, þetta er svona, en ég er hans að hjálpa þér, eftir að punta niður. Já, ég er að því. En nei, fyrst er ekki skrítið að sé engin lína hérna, herru, leggstu hérna you fat sack of piece of shit og fáðu þér sík Hann sagði tub of shit. Já, en fyrst er ekki skrítið að það sé ekki hérna. Ég sko. Það verðist ekki verið að vinsa. Hef ég rétt fyrir mig kannski? Þið verðið ykkur fyrir eins og síðu sem blöða með hana. Ég lofa því að þetta er ekki vinsasta Dirty Talk síðan sem við höfum til Þetta er ekki bara að hlusta á þetta á eftir. Já, jú, ég puntaði þetta. Ég skrifaði punta á að lesa þetta. En ég get lofað því að 90% af fólki, en 90%, 99,9,9% af fólki fílar ekki að láta kalla sig fitulunga með sígarettur. Steindi, þú situr alltaf eins og einhver skólastjóri í þessu. Hvernig væri það bara? Núna, þú tala bara dónalega næst. Nei, þú ert alltaf eins og einhver sérfræðingur, Steindi. Það er eiginlega bara komið tíma og þú talir dónalega. En hvernig er hann aldrei dregin út? Ég veit það ekki, hann er ekki svona heppin í kasínum. Nei, þetta er bara Þetta er óþólandi. Það situr hann á töðar alltaf mér hendur til rútuna. Ég er hann pínu stressað núna. Ég er eiginlega vonað við gleymum þessu aftur. Egil, gerðu mig bara greiða. Vandaðu. Ég er að vanda mig, ég er að semja þetta núna. Já, semdi Ég er þetta að nota punktana á blöð. Ímyndaður að blöð sé kona Ég er að nota punktana á blöð. Ég lofaði fólki á Insta að við myndum ekki gleyma þessu, en ég er að vona að við gleymum þessu núna. Svei mig þá. Nei, ég ætla að minna ykkur á þetta. Það er 100%. Já, því að þú ert in the clear. Þú ert búin að vera helviti heppin í þessu. Já, ég finna, þetta er bara dráttur. Það getur orðið læti á eftir. Þetta er hann talað tónulega. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Ok, hversu flott lag er þetta lag? Eitt af okkar uppáhalds. Þetta er það sem ég öfunda keflinginga mest af í körfunni. Þetta er þeirra lag, sko. Er Það þetta er rosalegt, sko. Er þetta þeirra bara titilag? Já.
Að fá þetta fyrir leiki og ef að Úlfur eru að hlusta Arnar og Helgi, hvernig væru við fyrir að henda einhver alvöru tindastólslag eða ég skal ekki koma nálægt, getið þið gert það? Þú ert kóngurinn á krókum. Nei, það er ég ekki, en það er gott að fá gott lag frá þeim. Stytta er það fyrir bakarið? Já, setjum sko styttuöflu á hérna Hringtorgið. Já. Við náttúrulega erum í Mosó með Mosó, lagið Viðbjörn. Mosó sem, Viðbjörn Gekkja lag. Varst að hlusta á lagið sem við vorum að hlusta á núna? Ég veit alveg Já, svo fyrir við í Mosó. Það er rosa stemning á leikin. Það er það er stemningslag. Það er Þú stemningslag. voru ekki mætt á íþróttaleiki í 15 ára nema þessi úrslitaleikur sko. Nei, veistu hvað? Þú skulda mér leik bæðu. Nei, þú skulda mér, ég fór með þér úrslitaleik afturöldingar í handbolta. Það er akkurat öfugt. Ég skuldaði leik. Það styttist í spurningakefni Gilstarans en við ætlum að fara í eitt sem við glemdum líka síðasta föstudag því að nú erum við bæði á FM 957 og X-inu 977. Já, mér langar svolítið að þegar ég var að grúski gömlu tölvunum daginn, mér langar svo að spila lag fyrir Egil. Já, en við ætlum ekki að spila strax. Nei, áður við gera það, þá, sko, málega, ég var að finna svo gamla, sko, auglýsingarna fyrir þáttinn minn voru svona. Hvað hét þátturinn á X-inu? Ég held að hann hafi ekki eins og heitin eitt, ég held að hann hefði verið bara Steindi eða, hvað segir auglýsingin? Ég veit það ekki, maður heyra. Hér kemur einu auglýsing fyrir þátturinn á Steinda þegar hann var á X-inu. Hemmi Gunn var að leikja auglýsingunni, já. En er hann í, þetta heiti Vasspungur? Já. Var hann í henni það? Já. Ok, hlustum á það. Þetta er auglýsing á Steinda þegar hann var að vinna á X-inu. Muni eftir að hlusta á Steinda Junior á X-inu 977 öll föstudagskvöld á milli 10 og 1. Hver veitnum ég tendri nokkrum ílum, já, eða flytt ljóð eftir íslenskar konur og spila á selló. Atvið, þátturinn er ekki ætlað mönnum með vasspung. Ok. Þetta var auglýsingin fyrir þáttinn. Já. Þetta eru breytið tíma. Hvað ár er þetta? Þetta er 2005. 2005? Já. Okay. Og hérna, ég man eftir að, þú veist, nennar að spila einu viðbútt af því að ég sendi nokkar á þig, hérna, spilaði fyrir mig prestana. Hér er önnur auglýsing hjá Steinda þegar hann var með útvarpsþátt 2005 á X-inu 977. Já. Nei, séra Krissi, blessaður. Nei, séra Frissi, sæli nú. Heyrðu, ég var að hlusta á Freddie Mercury í útvarpinu. Helviti syngur það vel. Já, segðu, stundur spila ég Freddie heima og helli við mitt dvergkömstrum og allskins dýrum. Já, sama með mig. Stundur skelli ég 50 cent á fóninu og klæði mig í minkpels og fer svo að eiga við mig. Já, ég var að leigja Predator 2 og frá okkur. Já, gerum það. Mundu eftir að hlusta á Steinda Junior á X-inu 977 öll föstudagskvöld á milli 10 og 1. Mástu milli 10 og 1 á föstudagskvöldu? Það er þetta geggjaður tími. Það er eitthvað aðverð að hans tíma. Nei, ég var á... Er þetta að reykja eitthvað annað en sígarettur hann að Steindi? Ég var að, sko, þetta hljómar eins og ég hef verið að kýla inn að rauða skúringa þarna. Ég var á The Graveyard Shift 10 til 1. Já, en málega, ég gleymi hennar aldrei að því ég fekk Stein Ármann í heimsókn. Já, þú sagður okkar síðast og þið bara drukku bjór og Frosti bankaði upp að dyrna. Þetta gerðist oft og málega, ég var alltaf skammaður. Í hverjum einst ætti að vera skammaður. Þú gleymdir að spila tónlist? Ég gleymdi að spila tónlist, ég kunni ekki svolítið eins og þú veit, ég kunni ekkert vel á græjurnar en ég var alltaf að sleppa ykkurum pökkum og vesen og ég var... Þetta var illa sagt, Egil, hefur þið klikkað á tökkunum minna eitthvað síðustu... Þú er ekki klikkað lengi, sko. Nei, já, þú ert reyndar orðin, sko, ágætlega teknivættur, ég gef þér á þetta, þú ert bara fín. Reyndar get ég ekki, og þetta er agalegt að segja, ég get ekki tekið inn síma. Nei, bara að vera 10 ára. Þetta eru nýja græjur, ég kunni það gamla stundum. Þetta segir mér að hlustandi myndir hringi núna, þú getur ekki tekið inn á loftið. Því miður. Já. En allavega, þarna á þessum tímabili þá var ég líka alltaf að semja lög. Já, þetta er fyrir þig. Þetta lag heitir Anatómía. Ég ætla að vera tónlistarmaður. Þetta er lag til Góðvingjars. Ég ætla alltaf að vera tónlistarmaður. Þú ert tónlistarmaður? Já. Geggjulög. Flytjandi ásins, þetta er 957. Það er jammi kvöld og það er jamma morgun. Besta shit ég er. Finnst þér það geggja lag? Já, geðveikt. Já, það má ekki gleyma það er hátt í, þetta eru 16 ár síðan. Hvað er það, bara afsakað eitthvað? Nei, ég ætla ekki að afsaka mig. Þetta var harðasta techno fyrir 16 árum. Og þetta lag, Egil, þetta er tilengað þér af því ég fann þetta og ég hef aldrei komið með þetta nema út af þér. Og ég ætla að spila þetta fyrir þig. Nú spyr ég sem bara
Vittlisingur, Anadrol, það eru sterar, það ekki? Er það sterar? Það eru bestu sterar sem þú kennst í. Jú, Hvað er, þú ert maður verið á sterum, Steindið? Nei, hann sagði þess að leið og fyrir gimmið þá hann takk ekki nema eina æfingu allan hann dæli í sig. Það er rosalega skrítið, Ég er bara keppnismæður. Það er ólöglegt. Já, en málið er að ég sko, í þessu lagi. Ertu keppnismæður? Nei, ég er að segja, þú veist, ég myndi, hvað meinar það? Bara, auðvitað ekki myndi dæli í mig maður. Og ég er bara, og í þessu lagi, þetta er steralagið. Okay. Og þetta er tilengað öllum. En þetta er 2 mínútur, er ég að fara að spila það allar? Já, þú verður að gera. Þetta er traileralengd. Nei, þú verður. Þetta er ekki sem lag. Þetta er ekki traileralengd. Þetta er lag. Trailerinn þín er alltaf langir. Þetta er stutt lag. Og ég ætla bara að segja eitt áður við byrja að spila. Þetta er tilengað öllum þarna úti. Öllum sterahúsum að úti. Öllum sterahúsum að úti. Sterahúsum? Nei, sterahúsum. Og ég ætla, það er krafa núna. Ef Rikki G, dagskrárstjóri, setur þetta lag ekki beint í spilun, þá er eitthvað mikið að á þessu stöð. Tjekkum á þessu, þetta er lagið Anadrol með Steindið Junior sem kom út þegar hann var að vinna á X-inu. Við bjóðum hlustendur X-ins velkomna í þessa veislu. FM 95 Blu. Ég held að ég verið í golf með þessu snillingamorgun. Ingo Veðuguð, í kvöld er gig. Það hlýtur að vera pínu sorglegt fyrir Ingo eiga langfinnstasta lag landsins var með ekki skemmta. Það skiptir engum máli, enginn sem var með Íslíkum og meira peningum en I got the fucking weatherman. Já, þú meina, hann hlæra þessu bara. Á nóg til. Það er annarkur skýrhaus að senda mig skilabóð hvar Anadrol er á netinu. Já, sko, þetta er ekkit eðlulega gott lag. Fannst þið það? Já, þetta er bara geggjala. Dælt í þið við taktir, sko, þetta er eitt lélegasta lag sem ég heist. Lélegasta lag sem ég heist, orðsæra. Ég man ekki eftir að hleyja svona mikið í einu lagi. Það var að fara á netið í gær. Hefði það verið vídeo á Agli meðal við vorum að spila lagi hérna, það hefði verið veisla. Ég er að reyna núna því að það tekur alltaf viku að setja lögin á Spotify. Ég er að reyna að setja Anadrol inn á YouTube. Ég er að vinna í þessu. Ég er að reyna að gera það núna bara. En það er komið að spurningakeppni Gilsarans. King of the Pool. Já, King of the Pool. Og eitt ef að fólk veit ekki hvað ætlar að borða í kvöld, þá mælum við með shake and pizza. Það er, þú kaupir eina, farið næstu á 1000 kall og þú kaupir 2, það farið þriðju fritt. Og farið líka, farið hristning. Þess vegna Joe með þetta shake and pizza. Það er nærðið pizzu. Algjör veist og tilbúið gildi fyrir shake líka. Nei, þegist það er að tala um að maður fá sér pizza og verið hristur. Nei, hristingur á íslensku er shake. Já, ég var að segja það. Nei, ég var að tala um það. Þú var að tala um það. Eða segja ykkur rosalega fréttir. Eru þau klárið það? Já. Ég er á morgun, vöðvingin, gestur í virtasta sjónasætti Stöð 2 frá upphafi. Er það sjáðu? Sjáðu með Ásgeiri Kolbens. Já, og hvað er að gera? Á morgun klukkan 6 á Stöð 2. Því að Ásgeir getur ekki verið að rúla ykkur trailerum því að það er eitthvað bíómynd. Logi Bergmann var hjá hann síðast og það var ógeðslega skemmtilegt. Logi Bergmann var síðast. Og nú er ekki að grínast. Aðeins að fara þessi yfir bestu sperrumyndina, grímmyndina og þetta. Og ég er gestur á morgun og fyrir áhugamönnum bara kvikmyndir. Watch. Þetta er það besta sem kemur fyrir stundum í svona COVID og einhverju svona rugli er að fólk byrjar að hugsa út fyrir boxið og þetta var besti sjáðu þáttur allra tíma. Ef Ásgeir að hlusta, gera meira þessu. Já, en ég alveg sammála. Þú veist að Ásgeir bara Ásgeir og Egill að setjast niður og ræða kvikmyndir. Ég ætla að stilla inn. Það er reynda bara ógeðslega og ég ætla að velja bestu grímyndina, bestu spennumyndina. Þetta er ekki hægt. En ég ætla ekki að gefa þetta út. Fólk þarf bara Keiblgæði eða Dömmund. Gefðu okkur bara eitthvað eitt. Hvað er besta grímynd allar tíma? Ég sagði þess að ég segi, þú sér það á morgun, ég gat ekki valið eitthvað eina. En ég get satt það á topp 4 hjá mér. Hver er eina topp 4? Basketball. Þetta geggjum. Ég hef aldrei sett hann á topp 4 hjá mér samt. En þú getur ekki hatt hann eitt sem Trey Parker gerir. Nei, ég dyrkir þessa mynd. En eru, spurningkeppni Gilsarans. Já, þú komnir í það. Trailer eða offan? Offan, því að við erum konið langt yfir tíma og þú ætti að tala dónalega við mig líka eins og mér langar að sleppa King of the Pool. Þetta er sama konsept og átti að vera fyrir viku. Ég var kvíðin þá og ég er á nálum núna. Þetta er viðbjóður. Þú ert líklegri. Er ég líklegri? Það er favorite. Favorite vinnur ekki alltaf. Nei, en þetta er gaur sem bara er Godfather of the Pools. Flaska svittir hann fyrir sundlaugar. Pressan auðvitað á honum. Ég veit það. Ég ætla að reyna mitt besta. Þú flaskaði upp á sama tíma og ég. Spurningum er eitt, hefur þú skellt þér í sund? Já. Auðveldur punktur hana. Punktur á báða 1. Kanntu bringusund? Já. Ég kann ekki flugsund. Þetta er dead tide. Ég var nú bara hikandi þetta. Ég er mjög lélegu sundmaður. Þetta er dead tide. Dead tide, já, þetta er líka bara góða spurningar hér. Hefur þú verið í sundlaug í skemmtiferðarskipi? Eða skástriksnekju. Þetta er svona skemmtiferðarskipi, skástriksnekju. Nei. Á jakt. Nei, ég held ekki.
Nei, ég hef bara ekki gert það. Nei. Þú verður á snekkjublöð? Já, en ég var ekki á einhverju flöskuborði. Nei, en í sundlu, var sundlu í á snekkjunni? Nei, ekki þannig snekkjunni. Ok, hefur unnið sem sprengjuóður baðvörður? Frábær spurning. Hvað mennur sprengjuóður? Hvað áttu við með því? Það kom smá hór út Þetta er bara Nei, ég er bara að spá Þetta er bara stig á þig, Steindi. Það er bara stig á þig. Ég er aldrei unnið sem sprengjóður báður. Nei, ekki heldur. Nei, hættu, við erum ekki að ljúga hlustendur. Nei, ég var bara unnið sem sprengjuóður baðvörður. Nei. Hvernig kynnist þú konunni? Hvernig kynnist þinni? Já, var það ekki sem baðvörður? Jú, en ekki sprengjuóður. Það er bara ekki, þú veist. Strákar, menn er að taka punktana þegar þeir eiga á. Ég ætla samt aðeins að tala við þú. Pikkaðu bara punkt. Nei, býða aðeins. Þetta er svo þreytt, býða aðeins. Býða aðeins. Jú, ég var að vinna sem baðvörður og ég kynnist konunum minni í sundlu. Við vorum að vinna. Þegar þú varst baðvörður? Já, ég var að vinna í sundlu. Það ætti að vera punktur í það. Já, og við kynnumst þar. Við kynnumst í sundlu. En ég var ekki sprengjuóður starfsmaður. Sérðu eftir að hafa sagt agli? Já. Að þú kynnist konunum? Já, mjög mikið. Ég er bara aldrei séð eftir neinu ég mikið á æminni. Þannig að þú var ekki punkt. Nei, ég var ekki, því að þú veist, ég var ekki sprengjuóður. Nei, ég var bara venjulegu góður. Sko, ég get ekki búlið að Steindi að taka punktin á villanleiki, sko, ég er að læra þessu upp fyrir. Ég held að hann myndi fá þetta. Ég var ekki sprengjuóður, ég var bara venjulegu góður, já. Hefur mætt buxnalaus í vinnuna því að tók því einfallega ekki fyrir að mæti buxum? Nei. Hvað? Nei. Ákveðum að þetta? Nei, út af því að Steindur að girti niður þessi leið að mætti vinnuna. Nei, ég gerði það ekki. Það er svo leiðilega. Ég nenni ekki. Nei, ég bara segja til hvers að mætti buxum. Nei, þú sagði rétt ára við byrjuðum í kemni að það væri ekki eins og ég held þetta væri. En þetta er miklu verri en ég. En varst ekki að sundskiluð eitthvað? Hvar? Sem baðvörður? Varstu bara í vennulegum fötum? Auðvitað, akkur ætti ég að vera Ég hugsaði þetta ekki eins og þú sko. Hvað meina? Hélst þú að ég væri búin að girða niður um mig? Hvað vinna kraft þess annað en bara, þú veist, ég veit ekki hvað eins og ég myndi mæti vinnulega mótnana kl. 7 á mótnana og girða niður um mig og verið einhvers staðar, hvað villis er þetta? Það var ekki punktur. Er 2-2 ennþá? 2-2, það gætur 4-2. Steindi vil ekki punktin, ég er bara ekki að mæta ég er ekki að mæta að girða niður mig og ég er ekki sprengjóður. Hefur þú hlustað á Númer 1, DJ verið í sundlaug og drukki alkohol all at the goddamn same time? Steindur hefur gert það. Öddi líka, við vorum saman. Punktur á báða. Akkur er ekki Öddi jafn mikið. Þetta er ekki eðlilega spennandi. Býta aðeins, akkur er ekki Öddi jafn mikið bara king of baðvörður og ég? Það er 3-3. Býtu, ég kynntist ekki konu minn í sundlaug sko. Nei, við vorum saman í þessu partíi. Já. Ok, sko, þetta er ekkert eðlilega spennandi. Nei, það er alltaf degjú spennu. Hefurðu rölt sexy, sko, ok, ég þarf núna að þóla maður þetta er löng spurning. Þannig að ekki grípa fram með fyrir mér. Hefurðu rölt sexy slow motion lab meðfram sundlaugabakkanum með ógleglerugun og án þess að segja eitt auka tekið orð rennt niður buxnaklöfin? Ég finnst þetta er vitið á þér Steindi sko. Þegar þú horfir á okkur Egil, þú horfir á okkur. Nú er þessi okkur í fleirinu. Þegar þú horfir á mig og þetta, finnst þér líklegt, vitandi að þú þekkir okkur, finnst þér líklegt að við höfum gert þetta? Okkur segir við. Þú vannst. Ég á ekki breyka það. Þú varst að vinna sem baðvörður. Ég ætla að taka þessu. Já, finnst þér líklegt að ég hef verið þá labbað út að bakka labbað út að bakkanum bara með að það eru krakkar í lauginni og ég var labbandi með sólgleru á mér og ég labba á þess að fokkin tjá mig og ég labba einhverstaðar að einhverju mannesku og bara renni buxnaklöfunni niður og taka þetta með titlingin. Eftir það erum við alveg komnið þangað.
Ef við erum komið þangað, þá verðum við að taka nokkuð skrið Ég ætla að taka þessu bánska fyrir þetta að ég vissi þetta er slæmtur þetta er of mikið Við þurfum að taka skrið tilbaka Þetta er orðið svo mikið Þetta er orðið of langt Ég hef gaman að þessu gríni Ég hef alveg gaman að Veist hvað bangar með mest í þessu? Ekki svona En hvernig er staðan verið 2-2 eða 3-3? 3-3 Þannig að þú ert basically king of báður Nei, þú ert að dodsa þetta allt Hvað dodsaði ég? Sprengjóðu báðurur Já, ok, að vera sprengjóður Já, ég dodsaði það ekki neitt Þannig að við erum bara að segja saman Það er nokkar eftir Hefur þú setið í sundlaug Velgraður Nei, af hverju vel græður við erum hvoruðir það Við erum að falla á tíma Það er enginn það Já, það er enginn það í sundlaug Sérðu fyrir þér einhvern kalla í pottinum vel græða Ég veit að stoppa hann enginn Loga Bergman þegar hann að spyrja Þannig að ég ætla að leiða að klára þetta Hefur þú setið í sundlaug Vel graður Vel reiður Og hugsað, fuck it Ég flaska mig upp Varstu fullur og reiður Þú flaskaði upp Nú var ég til að fá hreinskili svar Steindór, byrjað þú að svara Án grísum og ljúa núna Hann er aðeins að dodsa þetta Er ég að dodsa þetta? Ég er bara ekki neitt að Varstu fullur og reiður, já eða nei? Fullur og reiður? Það er tilfinning sem ég hef aldrei upplifað á ævi minni Ég hef aldrei verið reiður og graður á sama tíma Aldrei Og ef einhver er það, þá er það mjög weird Það er bara hann Þú har aldrei verið reiður og graður Hvernig getur þú gert það? Það er svo skrítin tilfinning Hvað minnur? Hvar verður það? Til dæmis sem mátt ekki fara út í laug Myndi það ekki pyrra þig? Já ok, þannig að þú átt að deyju grættur Og bara getur ekki hamið þig út úr graður En samt er þetta svo reiður Þetta er bara tilfinningar sem bara Þetta er þessum Þetta eru óvænstu úrslit alltaf tíma Þetta er 3-3 eða þá Er þetta búið? Já, ef tími 2 eftir Það er svona í svipuðum gýr og töfbúið Þetta er ekki alveg gott að fara í fleiri Já, ef ekki bara kallið í jafntöfli Já, sko við þurfum Ég get ekki verið í jafnónum Kontu með kynntustu konunni einhver Þetta er þekktur sem graða eftir báður allra tíma 4-3 fyrir Steinda Nei, það er bara þannig Nei, ég er það ekki Þú ert the king of the pool Nei, ég er það ekki Ég er þekktur Út af þér er ég, jú, þekktur hérna fyrirvændi báður 4-3 fyrir Stóni En ég er ekki Þetta er 4-3 fyrir Stóni Nei, þetta er það ekki Og hlustundur X-Sensi, hér kemur lag sem hann hefur lengi langað til að spila Stóni, þú ert king of the pool Nei, ég er það ekki Því ég er ekki þekktur sem grafir báður Ég verð að kynna þetta lag einstætti Til hamingi með titilinn Þetta er verið hlustundur X-Sensi Þetta er lag sem hefur lengi langað til að spila á FN957 heitir Popstjarnan Þetta eru utangarsmenn og þetta er sturglalag King of the pool Böddi, Steindi og Gils Í FM95 Blö Alla föstudaga Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl Hárið það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem að færi ykkur FM95 Blö og eins og komum á hana þá eru bestu pítsu landsins á Shaken Pizza og það eru, þið fáið 3 pítsur á verði 2 ef þið sækja og þið getið líka látið senda heim með hreyfli þannig að ef það er ekki búið ákveða matinn í kvöld þá mælum við með Shaken Pizza og svo er þetta eitt sem gleymist, það er hægt að vera Keilu en það er endar orðið Önnukubraut Og pílu, Já, þú varst bara að panta með smá fyrirvara þá getur við farið í Keilu með börnunum helgina en það er hins vegar áður við tölum dónulega ég veit að einhverju byrjar að stressa sá þessu við ætlum ekki að gleyma þið, þú ert að vera að tala dónulega með Ég vil gleyma Nei, það má ekki gleymast Nei, ég veit það en áður við fyrir mig það ætlum við í virtasta dagskrálið FN95 Blö og það eru sturlaða staðreyndir einaði með hrossaskítur þannig að það er undir ykkur komið drengir og hlustendum að spotta hvað af þessu kjaftaði Eru þið tilbúinir? Við erum klárir Já, það voru fyrsta sturlaða staðreind dagsins Ein af hverjum 50 konum eru með 3 geirvörtur og einn af hverjum 100 karlmönnum eru með 3 geirvörtur Það er ekki svo neitt með Nei, ég var einmitt að hugsa það, það er ekki óalgengt en ég hef aldrei séð þetta sjálfur Ertu þá að tala um að fólk sem er þetta bara hvað sem er, bara á herðablaðinu Þetta er oftast bara framan á held ég Hvar heldur þetta að sé, þetta er geirvarta sko Já, ef þetta er þriðja, hefur það ekki einhvers staðar á svona falin einhvers staðar Nei, já Nei, ég veit það ekki Nei, Heldur margir að hlusta með þriðju þannig að já, Það er bara svo það er já bara eins og það er, við erum ekkert að dæma það Ég dæmi ekki þriðju Nei, þú heldur bara að þetta sé á raskatinu Nei, ég var að spyrja hvað þetta væri Þetta er bara hjá hinum Ég held ég hafi aldrei hitt manneski með þriðju Nei, Allavega, jú, örglega En ekki, hún er aldrei sýnt mér það Nei. Svo mann Það er
Svo það næsta strútar baktala og fara í fílu. Þetta varst mér mjög að fyndi. Já, baktala svo leiðilegt maður. Já, segðu strút það. Já. Þeir reyndar fara með hausinn í sandinn og verða pirraður. Já, ætli sé að fara með hausinn í sandinn að þeir eru í fílu. Nei, það er ekki bara því að þeir halda að þeir segja að fela sig. Eða fara að sofa eða eitthvað, ég veit ekki. En allavega, þetta er leiðilegur eiginleiki, það er að baktala. Það er rétt hjá Steinda þarna. Fólk svaf yfir 10 tíma á nóttinni áður en Thomas Edison fann upp ljósaperuna. Þannig að svefn var meiri í gamla dag. Hann gerði engum greiða, basically. Hvað sofið þið lengi á hverju nóttu, svona meðaltali? Ég reyna, eftir að Teddy kom þá bara mjög lítið. Já, börn. Hvernig vaknar Teddy á mótnana? Hann vaknar 1, 4, 7. Ennþá? Já. Hvað segir hann ekki að sofa bara í Rúðumur, ég hef reynt það. En það er bara ekki hannig. Ég er að taka svona... En klukkan 4 og svona þá er hann bara vakandi í 3 mínútur meðan hann fæ pélan, Krakki minnu bara sofið alltaf frá allar nóttina. Já, til hamingju með það. Ég myndi segja að meðaltali mitt á svefni væri kannski 5-6 tímar. 7 tímar, ef ég mætti ráða þá myndi ég alltaf sofa 7 tíma. 7 tíma? 8 verður geggja. 8 klukkutíma? Þeir eru optimal health 8. Er það? Ekki á fullorðna? Jú. Allt svo er heilt annað Bullshit. Ok, ég treysti þér. Mér finnst ekkert leiðilegar í heiminum en að fara að sofa. Af því að, þú veist, mér dreymir... Þú ætla ekki að kaupa grímuna. Svo er með kæfisvefn og viðbjóð. Já, ég er með kæfisvefn og svo leiðis, ég viðkynna það alveg. En málega er að mér dreymir aldrei neitt og mér finnst ég bara að vera að eyða tíma. Þannig að ég reyni eins og ég get að vera, þú veist, aðeins að kíkja í töluna og hvort að sé aðeins að vinna eða horfa á vídeo eða spila ég fresta því eins og ég get. Þannig að það er ég. 53% karlmanna og 27% kvenna finnst sexting eða senda dónaleg skilaboð á aðra ekki framhjóðhald. Karlmennið með aðeins hærri tölu þarna en kvenmenn. Þannig að þú myndir senda... Nú ert þú að fara að tala dónalega? Ég veist, einhverju gælu ég er horny. Já. Af hverju þetta er það ekki illa séð það? Það myndi ég halda. Er það ekki? Og hvað 53 búið að segja þessi ekki illa séð? En 27% kvenna segja sé illa séð. Það sé ekki illa séð. Ok. 53% kvenna? Nei, karlmanna segja sé ekki illa séð. 27% kvenna segja nei, þetta sé illa séð. Er þetta penismyndir eða? Það veit ég ekki. Sexting, hvað er sexting? Já, þannig að sexting, dónaleg SMS. Er það þannig að meiri hluti kalla sem eru bara giftir, þeim finnst all good. Þetta er bandarískönnun. Já, að senda á konur bara eitthvað dónalegt. Já. Það er alveg rugglað. Þessi penismyndir sko. Nei, það getur ekki verið penismyndir. Rikki félagið minn sendi eins og dick pic. Já, og vinsinn sem er rosalega skrítið. Svo er það næsta. Sapiosexual er manneskja sem laðast kynferðislega að gáuðu fólki. Ég held nú að flest allir laðist að gáuðu fólki. Ég get alveg fullist það að konur okkar eru ekki sapiosexual. Það er nokkuð ljóst. Það er 100%. Þeir eru útastmenn sko. Nei, heimskari gæja sem er útastmenn. Já, en þú veist ég bara farið yfir á bylginu og það hittir aðeins gáðari fólk. Já, en þú veist, ef ég væri kona núna og ég væri, eða maður, það skiptir einhver máli, bara þú veist, því ég sagði kona. Þetta er líka menn. Já, ég speklaði þetta bara því að við erum hér, að þú veist, ég myndi frekar vera, ég myndi ekki hrífast á okkur þreim. Það er bara svolítið henni. Jú, ferdu í ef þú ert ekki sapiosexual þá getur það. Bláa gallabuxur eru bannar í Norður-Kóreu því að það er minna á Bandaríkin. Já. Mátt ekki verið í bláum gallabuxum í Norður-Kóreu. Kynning illa við það. Já, hún finnst eitthvað ljótt. Er það sexy? Er þetta staðfest? Bara því þetta eru Bandaríkin eitthvað. Hann tengir þetta við Bandaríkin. Veit eitthvað, maður heyrir rosalega. Maður heyrir En þú veist, maður er alltaf að heyra þessar sögur Norður-Kóreu, auðvitað. En svo núna nýjasta sagan er náttúrulega bara þeir sem voru grindið með COVID og voru bara teknir á skotnir. Er þetta átt að vera auka stiðjast? Já, það held ég. Síðasta sturlaða staðurinn dagsins. Ef að tvíbura strákar myndu eignast börn með tvíbura systurum, yrðu afkvæmi þeirra erfðafræðilega systkini. Þannig að segjum við með tvíbura stráka sem kynnast tvíbura stelpum, bæði eignast börn, þá eru börn þeirra systkini. Erfðafræðilega séð. Það er ástæð að vera í útastmaður, ég skildi ekki orða það að sagði. Nei, ég átti bara ríkalega með að koma svo út mig sko. Það byrja að blæða og hægra hérna. Þá spyr ég, hvað af þessu kjaftaði?
Einn okkar 50 konum og kallmönnum hann á 100 með 3 geirvörtur, strútarnir baktala, fólk svaf yfir 10 tíma á nóttinni, 53% kallmanna vilja meina sé ekki sexting og 27% sé ekki framhjáhald. Sapiosexual er manneskja sem laðast að kynfræðslega gáður fólki, bláa galluböksur eru bannar í Norður-Kóreu og tvíbura strákar með eignast börn með tvíbura systurum eru afkvæmi þeirra erfðafræðilega systkini. Ég ætla að segja framhjáhaldi. Já, með sextingið. Já, hvað segir þú? Ég held að Kim tónsi rugglaður, hann er ekki það rugglaður að banni gallaböksur. Nei, strútar baktala ekkert. Það var kjaftaði í þessu. Já, náðu ykkur. Það komið sumar og það vil svo skemmtilega til að einn af okkur 3 á sumarlag sem er Summer Body. Það er sumar. Það er komið sumar. Maður sér það ekki alveg núna en það er komið sumar. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Hárið, það eru Keiluhöllin og Túborg Léttöl sem að færa ykkur FM 95 Blu og sko, við vorum búin að lofa að gleyma þess ekki. Tæpir, klukkan er 12 mínútur í 6. En það er komið tíma á að tala dónalega hér í FM 95 Blu. Og við dróum fyrir í þættinum og það er víst Egill sem að þarf að tala dónalega við mig. Ég veit hvað er að fara að koma. Ég samt gaf þér eitthvað tips þarna. Ég vona að hjálpi eitthvað. Já, hjálpaði hellingi með flesta þessu sko. Ég held að ég hef aldrei verið betri. Þetta er helviti. Það er mjög þægilegt að setja á kantinum sko. Ég fer að setja my foot down. Steindi ger aldrei raskat í þessum dagskvöld. Þú getur ekki put your foot down. Þú ert atvinnulegs. Það er eina vinna ennum. Þannig að þú getur ekki put your foot down. Ég er ekki búin að þurfa að hlusta þig. Drulliði mig þátt eftir þátt. Ég er í fyrsta skipti fríið. Ég var ekki að drulli við neitt. Drulli við? Dagskvöldur. Já, þú veist að kalla mig bara Unfeigned Sympathy of Massive Attack. Þú veist að það sama lagin. Þetta er best að talk dirty lag sér til þér. Er það málið? William Bolden labbaði eftir Sharon Stone í Slifur og þau stundu samlíf upp í súluna sem er það komið undir. Ég veit ekki hvort það hjálpa eitthvað sko. Blöð og hótt það allir nokkuð sinnum hefur yngri. En ef þú baðst blöðum að spila YouTube. Já, ég fekk Beautiful Day. Já, þetta var bara viðbjóður. Já, þetta er betra. Herðu. Þetta er svo mónt. Já, þetta er hræðilegt sko. Allavega en málið er að segja þér. Þegar klukkan 6 er þetta búið. Þá er þetta atrið búið. Ég er komin heim og þetta er my pass. Já, þetta er bara svo plásturinn. Þátturinn fyrir að vísi Spotify, hann verður til að illu. Já, sko, ég veit núna hvað Steindi er að gangi í gegnum af því að ég er svona pínu, ég gruna hvað er að koma en bara klárum þetta drall. Geturðu hækka 5% upp? Ok. You drive me wild. Hanna? You bald sack of shit. Ekki þarna. Þú ert minn fyrsti sköllótti CD. Celebrity dick. Já, CD er Celebrity dick. Já, það er fyrst, Jæja, sköllótta rusl. Það eru 70 mínútur af lim framöndan. Sko, það er eitthvað alltaf en sköllótta rusl. Þetta er ógislegt. Þetta er bara glata. Ég vissi þú myndir farið það. Bara talaðu dónalega við hann. Hvað er ég að gera þetta? Þú byrjaði vel. Ok. Hver er tekin núna? Bald, worthless piece of shit. Veistu að þessi orðarleikir, þetta er viðbjöður. Þessi orðarleikir eru verri enn Dirty Talki sko. Hvað sagður? Worthless bald piece of shit. Ég vissi ég myndi fá bald piece of shit. Ég verður þig ekki, ég vissi ekki ég myndi fá worthless bald piece of shit. Mér finnst það helviti hart. Ok, klárum þetta bara með sjá. Hvar var ég? Shit. Sko ég myndi bara svo veitir það. Ef við verðum saman upp í rúmi núna ég ætti fá svör, bara svo veitir það. Ég væri ekkert eitthvað svona. Ertu svolítil hátíðiskall? Hvað? Það er svo það er eitthvað shit. Það er hátíði og 4 með því bald sack of shit. Getur ekki eitthvað sem er ekki I can't get enough of you bald sack of man shit. Jæja, þetta ekki verið að koma gott bara. Farið í sturtu og skólaði skallan. Hann er að fara að fá að pounding. Farðu á 4.
Ég ætla að rífi hára þér. Það er ekkert hár til að rífi. Þú ert sköllótt ógeð. Jæja, herðu, hvað er þetta er orðið, Þetta er bara von helviti harkalegt þannig í lokin sko. Þetta er óþægilegt Já, Egil, þú verður Ég er með róleri. Ég með róleri. Lasa var alltaf lægið koma aðeins inn. það er ekki að hjálpa mér neitt bara svo veitur þetta lag sko. Taktaði sixpensaran og gerði þig kláran. Bold motherfucker. Herru, já, þetta er allt bold og svona. Það var eitthvað sem ég bjóst við. Það var ekki þetta sem hægt er að tengja við ástina. En við getum tengt þetta lag við ástina. Því að hér er allt fyrir ástina. Ég vissum myndi fara eitthvað í sköllóttagrín. Það var allt bara bold piece of shit. Worthless bold piece of shit. Þetta var bara sixpensaran Og það Hvað er langt sem ég á með sixpence? Ég er alltaf með húi núna sko. Kondir í nútíðina þarna, ógeðið. Þetta var Steindi, ég pínu samanlæður. Þetta var í lóðhæðilegt. Ég er fórnanlega Getur þú hægt þessum dagskólið, please? Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu. Jæja, þá er klukkan bara að verða 6 og það er eiginlega komið að lokum hér hjá okkur í F95 Blu. Hún er 2 mínútur í drengir. Þetta er fljótt að liða. Það er svoleiðis Þetta er hérna, við náðum ekki svona að klára Fellow Kids og Nei, þetta flýgur svolítið. Akkur fórum við ekki Fellow Kids og sleftum tala dónlega. Getum við hætt í núna? Herru, ég er með núna 5 geggjaða spurningar í How do you do, fellow kids Við erum að taka það bara sem til við viku. tökum bara eftir viku Já, við ætlum að vera með þátt 1. maí af því að við erum vinnu alkar. Við náðum ekki einu sinni að fara í myndur fyrir cash heldur Nei, Málið er, yfirmennir okkar sögur, strákar, please verið í fríi næsta föstudag, það er frídag, rauðu dagur. Nei. Nei, við veitum Verðum í vinnunni. hlustendur vilja fá mjög feskan 1. maí þátt og við ætlum að delivera Já, það er ekki veit líka allir sem er að hlusta núna er að hugsa bara, herðu, hætta er ekki að vinna það. Já, þannig við ætlum að vera með þátt næsta föstudag, 1. maí. Ég minni á fjölskyldubingo í kvöld á Stöð 2. Byrja 19:10, Vili Naglbítur sem er snillingur, hann sér þetta. Það er frítt að taka þátt þig ekki? Jú, þetta er sko fyrir fólk sem er döglegðist í þessu COVID-19 ógiði sem basically allir. Þá farið þið á bingo.stöð2.is og ef þið er ykkur vesinni þá bara farið á Vísi eða fréttum þetta þar. Googli bara bingo Stöð 2. Okay. Byrja 19:10. Og Vili sem ég og Blöð við niðurlaðum einu sinni í ameríska drömnum hann sér þetta. Hvað unnum við á með mörgum stigum? Bara, ég átti ekki break, þá var það niðurlag sem ég sé eitthvað. En já, sko málega svona, mér finnst þetta svo geggja sko, því að þetta basically, allir sem eru heima í kvöld, það eru allir heima í kvöld. Farið í bingo? Farið í bingo. Já. Þetta er alveg geggja. Þetta er fyrir alla familíuna og við mælum með þessu. Þetta er á Stöð 2. Var þetta ekki Naked Gun? Jú. Bingo. Fann bingo stjald. Og beint eftir bingo, þá er hægt að fara líka á vísi.is og þar á fórsíðinu er hægt að fylgjast með mér spila Call of Duty. Stream? Það er stream aftur live? Ég er aftur live. Rauðin og klagar? Rauðin og klagar. Overölvið, svart af það. Málið það, ég er bara, ég er ekki boðin eins. Það er ekki dvesen, ég er bara heima hjá mér. Bara með rauðvin? Ég er að drekka rauðvin og ég er að vona að allir sem eru komnið með aldur sé að opna flösku og fá sig með mér. Og þú þarft ekki einu svona að vera að fylgjast með einhverjum tölvuleikjum eða eitthvað. Þetta er bara ég að vera vitlaus og ég er að spila með geggjuðu liði. Ég er að spila með náttúrulega þinn bestu vinur, Digital Curse. Snillingur. Álfur villi betta. Við getum orðað að þannig að fyrir síðasta föstudag, við sko hann gerði. Hann var á náttslofnum, ber á ofan að geta jelly shots. Hann er eini gaurinn þegar við förum í AC-ferðinar sem pantar jello shots. Hún finnst það einhver stemming? Finnst það ógeðslegt? Gamaldags fyllibetta. Hvað er þú að gera margina Blöð? Ég er bara að reyna að hanga þurr í kvöld. Við ekki henni það. Þegið þarna. Það er fölsari. Já, svo er ég að fara í golf á morgun. Ég er mjög spennt fyrir því. Hvað er þetta að fara að spila golf? Já, Rikka ég held að ég fara að vogar Vatnsleysuströnd. Fyrsti golfringur sumarsins. Ég hef ekki slegið neitt. Er þetta móti? Ertu bara að leika þér? Bara að leika mér. Heldur þú manni söka? Já, pottið, en böðingin. Sko, ég ætla að byrja því að morgun að ég ætla að vakna snemma fyrir göngutúr og setja Dr. Fútbol í eirun, taka smá göngutúr. Svo ég ætla að kíkja í Garatorg 6 og fara í búðuna Aprilskór sem er flottasta skóbúð landsins. Geggjaði skór, ætla að vesla eitthvað skóm það. Greinlega ekki vesla á. Þegar ég er búin að því þá ætla ég að horfa á Vöðvingjan í Sjáðu klukkan 6. Já, ég laki til að sjá því í þættinum á morgun. Og þegar ég er búin að því þá ætla ég að taka átt í Pokémon Höfðingjas á sunnudaginn. Þetta er helgi mín. Herru, talandu gólfviti, ég var að spyrja þig, ertu góður í góli? Nei, af því að ég næ ekki að spila nóg mikið. Ok, af því að ég sök. Bara ég, nú hef ég aldrei spilað golf. Ríðu bara í gang. Ég er að reyna, þetta er bara svo tímafrekt, mann. En þú veist, ég hef aldrei spilað golf. Nei.
hversu lengi væri ég að ná, ég nenni ekki eins og að reyna að vera góður í golfi. Nei, sko, eina með golf Ég lofa þér, þú ert ömulur. Já, ég veit það alveg, ég er ekki að spila golf. Tekur þið eitt síðan að hann byrjar að hitta alltaf boltan eða kúluna eða hvað svona kallar þetta. Ok, þannig ég þyrfti að taka eitt sumar og þá gæti ég farið með þér og taka hring án þess að vera að tefja. Já, sem er ógæðslega. En ég held að Steindi er sko lélurinn almenni borgari, skilju, með venjulegum. Ég verð að gefa Steindi eitt að hann er svo þolinmóður. Hann er góð í slagsmál, hann er góð í faktor, hann er ekki góð að slá bolt. Nennar, please Herru, klukkan er 2 mínútur yfir 6. Nennar að byrja að tala vel um mig í 1 mínúti. Við heyrumst næsta föstudag 1. maí og við erum í beinni útsendingu frá Keiluhöllinni. Ég er búin að lækka þeim drengjum. Takk fyrir hlustinu í dag, heyrumst næsta föstudag. Þú ert að hlusta á Hlaðvarp FM 95 Blu.